þú skuldar okkur 1200 milljarða. Ég gerði ekki neitt. Það voru útrásavíkingarnir, Jón Ásgeir og Björgúlfur sem gerðu þetta. Af hverju rukkar ekki bara þá? Ekki var ég að græða þetta á þessu æsef-ævintýri. Það er alltaf flókið að rukka þá. Þetta eru þínir landar sem stálu þessum peningum. Það þýðir að þú berð ábyrgð. Þetta er ekki nóg. Þú verður líka að borga vexti. Ég neita að borga þetta. Þetta er ekki mín skuld. Ef hann borgar ekki, hvernig getur þá breskur almenningur treyst bankakerfinu framar? Terrorist! All right, ég skal gefa þér góðan afslátt. Þú borgar lægri vexti. Það borgar sig að semja, annars verða þær alveg brjálaðir og neita að leika við okkur. Já, það er miklu betri díll. En þetta er samt ekki mín skuld. Hvað á Íslendingurinn að gera? Ef hann lætur kúga sig til að borga eitthvað sem hann skuldar ekki, þá er hann að gefa fordæmi fyrir því að mál séu leyst með þessum hætti. Hverja rænir Bretinn þá næst? Það væri líka mjög slæmt fyrir evrópska bankakerfið ef almenningur yrði þess vís að bankar geta farið á hausinn og þá taki við tryggingasjóður sem ábyrgist aðeins hluta af vinnustæðum fólks. Þannig eru bara reglurnar. Fólk færi kannski að hugsa sig tvisvar áður en það leggur pening í hvaða útrásarævintýri sem er. Ef Íslendingurinn borgar, þá verða allir litlu bankamennirnir í Evrópu glaðir. Þeir geta þó áfram látið fólk halda að bankarnir séu öruggir þótt þeir séu það ekki. Íslendingurinn þarf hins vegar að fá sér auka vinnu og sleppa því að fara í utanlandsferðir eða kaupa sér eitthvað fínt næstu árin. Það tekur langan tíma að borga þessa skuld, sem er ekki skuld. Það er kannski fínt að fórna sér til að halda uppi bankakerfinu í allri Evrópu, draga æsivagnin næstu árin með bankamennin á herðunum. Á endanum eru það þeir sem græða. Nei. Stöndum í lappirnar, segjum nei við æsif.